takk fyrir að fá að koma hérna til ykkar og gaman að vera hérna og eiga þetta samtal við ykkur og gaman að sitja hérna með þessum 3 þingmönnum. Ábyrgð þeirra mikil. En mínar fyrstu minningar, þær eru svona upp 1980 þegar ég var á Ísafirði og þá var ekki gott ástand á Ísafirði. Þá var svartnætti þar í atvinnumálum. Við höfum verið að veiða of mikið, ákveðnu kvótakerfi. Fyrirtækin gengu illa, við vorum með missa skip, fyrirtæki voru að fara á hausinn og fólk var að flytja í burtu. Skipin voru að sigla í burtu. Það var fólksfækkun og svona ákveðið niðurlæginga skeið sem hófst á Vestfjörðum. Það er búið að standa núna í áratugi, en nú erum við búin að snúa við myndinni og það er ansi gott ástand núna á Vestfjörðum sem við tala um efnahagslegt ævintýri. Fótsporið okkar fyrir vestan fyrir síðustu 5 ár voru 30 milljarðar. Ef við horfum áfram næstu 5 ár þá verða það 60 milljarðar. Og það bætist svo 40 milljarðar skattgreiðsla frá KRS vegna sölu á einkaleyfunum okkar til móðurfélagsins. Þannig að ef við lítum 5 ár aftur á bak, fór það 30 milljarðar sem við erum að skila í ríkiskassan. Ef við lítum 5 ár fram í tímann það 100 milljarðar. Og þetta eru miklu peningar. 100 milljarðar, það er svona til samanburðar, það er meira en það kostar að reka Landspítalann á ári. En núna er svolítið svartnætti og það er farið að skafa og hríðin er farin að koma og við erum farin að vera hrædd að ástandið fara að versna aftur í atvinnumálum. Þetta skeið núna þar sem eru fleira fólk sem að flytjast til bæjarins, það eru fleiri krakkar í skólunum, það hafa aldrei verið jafn margir í menntaskólunum, það hafa aldrei verið jafn margir í tónlistarskólunum, fasteignaverðið verið hækkað, það eru kafarar að vinna, tölvunarfræðingar að sinna róbótunum í skömmtunarkerfunum í laxeldiskíunum. Við erum hrædd að þessi uppsveifla, að það sé komið að lokum hennar. Uppsveiflan sem er tilkomin vegna KRS, vegna fiskeldisins og vegna þess að gengur vel í sjávarútvegum. Og það sem er að gerast núna á skömmum tíma, að þá hefur verið lagður sérstakur skattur á skemmtiferðaskip sem kemur sérstaklega illa við Ísafjörð. Núna þessi ofurskattur, veiðigjöldin. Ríkisstjórnin talar hækkanir á fiskeldisgjöldum núna í haust. Vetrarþjónusta, hún var verri í síðasta veturinn hefur undanfarin ár og það eru sífelldar seinkanir á vegbótum. Þessar hækkanir í veiðigjöldunum, þær koma verulega við Vestfirðinga. Við sáum hérna áðan í greiningunum frá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga að það er 141 fyrirtæki sem hagnaður mun minnka 80% eða meira. 80% meira. Það þýðir að ef fyrirtæki hagnast 100 milljónir og þá kemur til að hagnast 20 milljónir eftir þessar breytingar. Það segir sig sjálft að fyrirtæki sem verður 100 milljón króna hagnaði í 20 milljón króna hagnað hugsar allt öðruvísi. Það sem kom til að sjá á næstu árum á Ísafirði hérna að viðhaldið á frystihúsunum mun fara versnandi. Menn mun ekki mála húsin að utan. Menn fara ekki að kaupa nýjan búnað, ný færibönd, menn kaupa ekki tækni, menn fjárfesta ekki í tækni, röntgen, myndavélum fyrir beinarhreinsun, róbótum, færiböndum frá Ístekni og öðrum fyrirtækjum, menn fjárfesta ekki í nýjum skipum, menn fjárfesta ekki í nýjum atvinnugreinum, laxeldi, kaupa ekki nýja brunnbáta og náttúrulega ef ástandið breytist svona mikið þá fær menn ekki að setja pening í nýsköpun. Menn fær ekki að fjárfesta í einhverjum hugmyndum, PowerPoint, fyrirtækja eins og KRS. Þegar ég kom að talaði við Hraðstórs- Gunnvöru og Klofning fyrir einhverjum 10-12 árum og var með hugmyndina mínum að nota roðið í sárameðhöndlun í staðinn fyrir að kasta roðinu. Þeir náttúrulega forsvarsmennirnir í HG og Klofningi, þeir höfðu enga þekkingu þess að gera, höfðu engan bakgrunn í líftækni eða lækningatækni, en þeir vissu að þeir áttu mikið á roði og ég lagði þetta upp fyrir þeim á ábyrgan máta. Ég skildi hvert vandamálið var. Ég hafði reynslu úr öðrum fyrirtækjum í lækningatækjageiranum og ég bjó til teymi sem þeir voru til í að bakka upp. Og þeir fjárfestu í KRS, í PowerPoint kynningunni. Það voru engar protótýpur, engar læknisfræðilegar niðurstöður. Það var bara ég og PowerPoint kynningin og hugmyndina mér. Og núna stöndum við hér, fyrirtæki með 500 starfsmenn. Við erum með hátt skattfórspor, við erum að borga 40 milljarða í þessa einkaleyfa skattgreiðslu til að nefna eitthvað.
En þessu 141 fyrirtæki sem munu missa 80% hagnaðinum sínum, að 11 þessara fyrirtæki eru á Ísafirði. 11 fyrirtæki. Og það bara stór hluti, ég sá að Ísafirði var næst hæst á grafinu. Það eru 11 fyrirtæki sem hagnaður með minnkum 80%. Og þetta kemur náttúrulega að hafa gríðarlega áhrif á Ísafirði. Bara í viðhaldi, vélsmiðjurnar, innkaup, þjónusta. Þetta bara alls ekki gott. Ég sá að það voru 5 fyrirtækin í Vestmannum sem verða fyrir 80% skerðingu eða meira. Með einu pennastriki á að taka rúman halvan milljarð frá Vestfjörðum í hítinu ríkiskassanum, bara burtu og vasoka Vestfjörðinga. Fyrir ekki neitt. Versnandi atvinnuástand, minni fjárfestingar og samdráttarskeið hefst aftur. Og hérna í Vestmannum þetta ennþá hærri uppað, 1,5 milljarður. Líklega vegna þess að hérna meiri uppsjávar útgerð en fyrir vestan. Útgerð almennt í heiminum gengur ekki vel. Í öllum OECD-löndunum, það eru allar þessar vestrænu þjóðir sem við þekkjum, Bandaríkin, Þýskaland, allar þessar Evrópuríkin, Suður-Kórea, Singapúr og fleiri lönd. Í öllum OECD-löndunum ganga fiskveiðar og fiskvinnsla ekki vel. Það eru reiknar við tapi. Það var eitt land í OECD-löndunum þar sem að fiskvinnsla er rekin með hagnaði og það er hér á Íslandi. Við erum eina landið á öllum OECD-löndunum þar sem er bærilegur rekstur í fiskvinnslu. Og reksturinn hér og afkoman hér í fiskvinnslu, hún er ekkert meiri en í öðrum geirum. Alls ekki. Hún er bara svo sama og ef ekki verri. Skattafótsporið í fiskvinnslu í Íslandi eru 90 milljarðar á ári. Ég minnir það sé 18% af öllum skatttekjum Íslenska ríkisins. Það er bara stór lurkur. Og núna á að stefna þessum skattalega fótspori, þessum efnahagslega fótspori, bara í uppnám með einhverju einu pennastriki, án þess að skoða betur hverja afleiðingarnar eru, án þess að afhenda útreikninga, án þess að taka nokkuð tillit til þess samtal sem að hagaðilar hafa búið upp á. Það var að leggja ofurskatt á landsbyggðina og það var að búa til gjá milli landsbyggðar og Reykjavíkur. Við sáum í útreikningunum hérna áðan að stærstur hluti þess að ofurskatts kemur til að leggjast á landsbyggðina, ekki Reykjavík. Það var með einu pennastriki verið að taka gríðarleg verðmæti og taka allan vaxtarbrot frá landsbyggðinni og setja í ríkiskassahítina í Reykjavík. Og það er enginn að tala um ríkiskassan eða reksturinn og honum. Mér er ekki kunnugt um nein frumvörp eða neina umræðu á Alþingi í dag sem snýr að því að bæta rekstur ríkisins. Það hafa verið gríðarlega aukning í starfsmönnum og starfsmannahaldi í ríkinu. Það eru 12.000 manns síðastliðnum 8 árum, 12.000 manns fleiri í starfi hjá ríkinu en fyrir 8 árum. Og það er engin umræða um að bæta rekstur ríkisstofnana, allavega ekki komin fram á þinginu í dag. En hvað snýst deilan um? Af hverju er verið að leggja þennan ofurskatt á landsbyggðina? Af hverju er ríkisstjórnin að búa til þess að gjá milli höfuðborgarsvæðisins og okkar á landsbyggðinni? Maður tala um hvað málið snýst um. Það snýst um svokallaða auðlindarentu. Auðlindarenta, það er skilgreint sem tekjurnar af fiskveiðum, ekki vinnslunni, fiskveiðir sem sjálfur útgerðinni. Og hún er reiknuð þannig að mann tekur allt verðmæti aflans og svo dregur maður kostnaðinn frá verðmæti aflans. Og kostnaðurinn, það er olían og skipin, það eru launin hjá sjómönnunum og svo afskriftirnar við að kaupa skipin. Svo þá tekur maður hvað skipið kostaði og deilir nokkur ár. Þannig að auðlindarentan, hún er aflaverðmætið mínus þessi kostnaðar. Og svo skiptist þessi auðlindarenta samkvæmt lögunum, þannig að það er 1/3 sem fer í ríkiskassan til okkar allra og 2/3 haldast áfram í útgerðinni. Og það sem við erum að tala um í þessum reglum er að ekki að breyta þessu 1/3, 2/3. Það ennþá vera þannig að 33% fara í ríkiskassan og 66% fara til útgerðinnar. En það verður að breyta hvernig verðmæti aflans eru reiknuð. Núna er verðmæti aflans reiknuð þannig að til dæmis ef maður selur á fiskmarkaði, þá er það bara fyrst markaðsverðið. Ef að það er fyrirtæki sem selur til dótturfyrirtækis, þá eru svokallaðar milliverðlagsreglur. Það eru OECD-reglur sem fjalla hvernig vörur eru seldar frá móðurfyrirtæki til dótturfyrirtækis. Svo Kerecis selur í ár
fyrir 200 milljarða róð til dótturfyrirtækisins í Bandaríkjunum og við getum náttúrulega ekki selt það dýrt eða ódýrt. Það eru ákveðnar reglur sem gildum hvaða reikninga við gefum út til dótturfyrirtækisins. Ríkisskattstjóri í Íslandi vill að þetta sé sem hæst verð og til að þeir fá sem lægst verð svo það myndist sem mestur hagnaður á Íslandi. Skattyfirvöldin í Bandaríkjunum vilja sé hinsegin, en þau vilja að mesta hagnaðurinn verði til í Bandaríkjunum og þetta gilda ákveðnar reglur hvernig svona milliverðlag verður til. Þetta á líka saman við öll álverin. Öll álverin þau selja vörur frá Íslandi til dótturfyrirtækja, systurfyrirtækja erlendis og þar gilda þessar milliverðlagsreglur. Ríkisstjórnin heldur í fram að það sé verið að svindla á þessum reglum, að það sé einhvern veginn verið að svindla þegar útgerðin eða útgerðarfyrirtæki að selja til dótturfyrirtæki sinni eigin. En það bara getur ekki verið, vegna þess að, og ef það verið, ef það er rétt, þá er það bara lögbrot, vegna þess að það eru lög í landinu sem gilda svona milliverðlagsreglur. Og ég veit líka að sjómenn eru koma að þessu máli, að þeir sitja líka við borðið þegar verið er að verðleggja aflann. Og núna mekanisminn þar í gangi sem allir eru sáttir með. En þetta hljómar kannski svolítið fyndið, en þá að breyta þessum verðlagningsreglum með að horfa til þess með uppsjávarfisk hvernig hann er verðlagður í Noregi. Við vitum náttúrulega öll að afla sem landað í Noregi, sem búið að sigla hérna frá Íslandi, fullur á átu í nokkra daga til Noregs, er allt annað hráefni en kemur í land kannski eftir 6 daga af norskum miðum og norskum skipum og selt í manneldi. Okkar afli er seldur í dýrafóður, en norskur afli seldur í manneldi til Asíu. Þannig að þetta er alveg galin hugmynd að ætla að fara að miða aflaverðmæti við markaðsverðmæti í Noregi og líklega ólöglegt vegna þess að svona íslenskum skattalögum þá verður að skattleggja meðan við raunverðmæti. Og Íslandi þá að miða við fiskverð á fiskmörkuðum og við vitum vel náttúrulega sem hafa komið á fiskvinnslu að fiskvinnslu þarf að sérhæfa sig. Sum fyrirtæki sérhæfa sig í ákveðnu stærðarfisk eða ákveðnu tegund, ýsu og þorski. Það er til dæmis vinnslu fyrir vestan sem ekki með neina handflakara. Að þeir taka bara þann þorsk sem passar í flökunarvélarnar og stóri þorskurinn settur á markað og þá eru fyrirtæki sem með handflakara sem kaupa þann fisk. Það er cirka 10–15% af þorskinum sem fer á fiskmarkaði og það er alltaf einhver svona jaðar tilfelli. Þannig að fara að miða aflaverðmætið við fiskmarkaðsverð þar sem bara hluta aflans fyrir markaði bara ekkert rétt. Það er bara ekki lógisk aðferð. En það erum við með aðferð núna sem bara virkar mjög vel, allir eru sáttir við nema ríkisstjórnin. Og ef að ríkisstjórnin vill fá meiri pening, þá hefðum bara átt að tala hlutina eins og þeir eru og segja að við viljum fá 40% í staðan fyrir 33% eins og það er núna, aflaverðmætunum, eða horfa til einhverja annarra leiða. En staðan er svo að það er 90% af öllum Íslendingum sem vilja hafa fiskvinnslu á Íslandi, sem er ansi gott fyrir okkur. Og ég vona að okkur beri gæfa til þess að ræða þessi mál af einhverju alvöru við ríkisstjórnina vegna þess að ef að það samtals tekst ekki þá er niðurstaðan bara mjög slæm. Hún þýðir ofurskatt á landsbyggðina, þýðir minni fjárfestingar, hún þýðir málningu á flagnarfrystúsunum, engin ný skip, engin ný innkaup frá vélsmiðum, engin nýsköpun, ekkert nýtt keresis. Og peningarnir eiga bara að vera til hjá ríkisstarfsmönnum í Reykjavík. Þannig bara virkar heimurinn ekki. En það er komið fram heilmikið á gögnum og hagaðilarnir vilja setjast niður með ríkisstjórninni og finna lausn. Og við erum svo, þegar gæfu aðnefndandi hérna, við erum með einn stjórnarþingmann hérna Víðir. Og Víðir, hann er alinn upp hérna í Vestmannaeyjum, gekk hér í skóla og hann þekkir hvernig raunhagkerfið virkar, hvar peningarnir verða til, hvar verðmæti verða til í heiminum, hvar þau verða til í Reykjavík. Þau verða ekki til í skrifstofu Reykjavík hjá embættismönnum. Þau verða til hérna, hjá fólki sem vinnur, leggur mikið á sig, hjá útgerðarmönnum sem tefla peningunum sínum í hættu, í staðan fyrir að hafa það líkjandi í bankabók í Reykjavík. Þá fjárfesta í nýjum skipum, byggja ný hús, fjárfesta í dótturfyrirtækjum í laxeldi og öðrum nýjum greinum. Og þetta skilur Víðir. Ég veit hann skilur það. Ég veit það. Og nú er það þín ábyrgð, þegar þú kemur hérðan, að útskýra hvernig raunhagkerfið virkar með þeim sem sitja í ríkisstjórninni með þér. Þannig að það er mikið sem er undir. Það er framtíðin okkar, framtíð barnanna okkar,
Viljum við hafa góð störf hérna, lifa góðu lífi, eða viljum við að hlutinni breytist og við verðum einhvers konar jaðarsettur hópur þar sem efnahagslegur vöxtur ekki til staðar og við færumst á nokkrum árum einhvers konar framfærslu höfuðborgarinnar eins og stóran hluti í Noregi í dag, þar sem að fiskvinnslan reikið með tapi. Allavega, þetta var sem ég ætla að segja. Takk fyrir.